Vá! Frábært stöf. Jæja, komið nú, af stað. Og allir tilbúinir? Nei, og þá hinkum við bara aðeins. Ég nefnilega búinn að semja alveg geggjað lag. Og nú ég auðvitað búinn að skrifa allt saman niður og nota allt sem við erum búin að vera að læra. Og nú allir búin að vera að æfa sig sjálfir og við erum loksins að fara að spila það saman. Ég svo spenntur. Ok, allir tilbúinir? Já, flott. 1, 2 og byrja. Stopp. Ok, þetta var ekki alveg rétt, en það er allt í lagi, Við skulum bara reyna þetta aftur. 1, 2 og byrja. Það var ekki heldur rétt. Byrjum aftur. 1, 2 og byrja. Nei. Ekki rétt. Aftur. 1, 2 og byrja. Ég bara skil þetta ekki. Af hverju gengur þetta ekki upp? Ha? Og hvar eru gleraugu mín? Ég sé ekkert. Já, hérna. Heyrðu. Þið verðið bara að hinkra, strákar mínir. Ég bara verð að finna út úr þessu. Ha? Ég skil þetta ekki, þetta á að vera rétt. Ég bara alveg get ekki. Stundum getur það gerst að hlutirnir fara ekki alveg eins og maður á von á. En það er allt í lagi. Því við getum alltaf fundið einhverja lausn. Fyrsta skrefið er að bera kennsl á vandamáli. Skulum skoða hvað fór úrskeiðis. Bíddu nú við. Sjáu þið þetta? Allir byrja að spila á sama tíma en enginn er að spila jafn hratt. Hvernig getur það gerst? Þeir fengu allir sömu nóturnar og við þekkjum þær auðvitað, það ekki? Heilnóta 4 slög, hálfnóta 2 slög, 4-partsnóta 1 slag og svo aftur. Ég held ég búin að fatta hvað vandamálið er. Bíðið aðeins. Hæ, herru, þú það það? Ég? Já, þú. Telja fyrir mig 4 slög. Ok. 1, 2, 3, 4. Ha, flott. Og þú núna endanum? Ég. Teldu fyrir mig 4. 1, 2, 3, 4. Aha, frábært. Og þú núna hérna í miðjunni, teldu fyrir mig. Ég? Já, 4 slög. Nei, 70. Ha, í alvöru? Nei, 4.
já. 1, 2, 3, 4. Já, herðu, bara þið ætla að hinkra aðeins í smástundi viðbót. Þið standið ykkur frábærlega. Ég kem aftur á vörmu. Já! Það var hérna lengi, ég veit það ekki. Ok, eru þið búin að sjá hvað vandamálið er? Áðan, þá byrjuðu allir að spila á sama tíma. Það voru allir að spila sömu nóturnar, en það var enginn að spila á sama hraða. Og þá fór bara allt í tóman graut. Þannig að það sem við þurfum að gera er að ákveða hversu hratt við ætlum að spila lagið. Og hvernig gerum við það? Ætlum við að breyta nótunum? Nei, við þurfum ekki að breyta nótunum. Áðan þá voru allir að spila réttar nótur og það voru allt sömu nóturnar. Við vorum bara ekki sammála hvert slag tæki langan tíma. En sem betur fer er ég akkurat með rétta tóli til að leysa þennan vanda. Tada! Þetta hérna apparat heitir taktmælir. Taktmælir gefur frá sér svona tikk og hvert tikk er 1 slag. Þannig að eina sem ég þarf að gera er ákveða hvað ég vil að lagið sé spila hratt og svo bara Þetta er algjör snilld. Og núna, ef að allir spila eftir þessum taktmæli, þá hlýtur lagið að hljóma rétt. Jæja, ekki allir tilbúnir? 1, 2 og... Hvað er nú að? Ég er orðinn svo þreyttur í löppunum. Ég get taka mæli. Jesús. Ok, nú er allir að spila á sama tíma og á sama hraða. En það er samt eins og það sé ekki nóg. Skulum hlusta fyrst á hann lengst til vinstri. Svona á lagið akkurat að hljóma. En ef hann er að spila þetta rétt, hvað er þá hinir að spila? Hvað er nú þetta? Hann er að spila nákvæmlega sömu nóturnar, en þetta er bara alls ekki eins. Skulum hlusta á hana síðasta. En skrítið. Ef við fylgjumst með nótunum, þá sjáum við að þeir eru allir að spila nákvæmlega sömu nóturnar. En það er eins og þeir séu að spila með mismunandi áherslum. Þannig að þó svo að þeir séu að spila eftir taktmæli, þá eru þeir ekki að spila í takt. Hvernig er það hægt? Að vera eða ekki vera. Í takt. Það er spurningin. Hvað er taktur? Svaraðu mér! Bara ef að taktmælirinn geti talað, það myndi einfalda málið svakalega mikið. Ég fékk hugmynd. Þetta er trommuleikari. Trommuleikarinn er svolítið svona eins og taktmælir hljómsveitarinnar. En ólíkt þessum taktmæli, þá getur þessi taktmælir talað. Ekki satt? Jú. Já, geggjað. Ég með eina spurningu handa þér, eða 2, kannski. Sko, hvað er eiginlega taktur? Og hvernig getur staðið að því að hljómsveit sem er að spila í takt er ekki í takt?
Þú veist, hvað að frétta með það? Það sem mismunandi nótur og þagnir koma saman verður til rytmi, sem við kallaðum hrynur eða hrynjandi. Og rytmin skiptur svo niður í mismunandi takta. Ha? Nei, nú skil ég ekki alveg. Sko, ég held alltaf að taktur væri svona eitthvað eins og, þú veist, eins og hérna. Nei. Þú veist, allan ekki þegar kemur að nótnaskrift og tónlist. Það sem þú veist að gera núna heitir rytmi. Já, en hvernig get ég þá verið með hljómsveit sem að spila í takt en samt ekki í takt, skilurðu? Þú veist. Já, þú veist, þín fyrstu mistök voru að bjóða mér ekki með. Þú veist að ég ofboðslega mikilvæg. Nei. Sjáðu, býtum. Sko, ég teikna... Nei, ekkert svona. Sestu niður og hlustaðu. Já, einmitt. Sjáðu, kíkja aðeins á nóturnar þínar. Já. Ég sé strax á vandamálið. Hérna vantar taktboða. Oft kallaður taktvísir. Taktboðinn á heima á undan nótunum en á eftir tónlistarlyklinum. Taktboðinn búinn til úr 2 tölum þar sem að önnur stendur ofan á hinni. Og taktboðinn segir okkur til í hvaða takttegund lagið spilað. Ok, hérna, þú ert að tala um takt þetta og takt hitt, skilur. Er ekki til eitthvað sem heitir bara taktur? Já, ég var einmitt að koma að því. Ef við tökum til dæmis takttegundina 4/4. Taktboðinn þá talan 4 og á hausnum á henni stendur líka talan 4. Þessi taktboði segir okkur að í hverjum takti eru 4 fjórðapartsnótur. Þá myndum við telja í taktinn 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Þessi takttegund mjög algeng. Já, en hvað með nóturnar mínar? Þetta passar ekkert við nóturnar mínar. Jú. Hvað meinarðu? Já, til að mynda þá byrjar til dæmis lagið mitt ekki á 4 fjórðapartsnótum. Já, þú meinar. Já, nei, sko. Þó að taktboðinn segir 4/4, þá þýðir það ekki að það þurfa að vera bókstaflega 4 fjórðapartsnótur í hverjum takti. Nei, það þýðir bara það að hver taktur jafn langur og 4 fjórðapartsnótur. Og við vitum það að 1 fjórðapartsnóta 1 slag. Við erum búin að læra það. Svo hver taktur eru 4 slög. Eða 4 fjórðapartsnótur. Eða 2 hálfnótur. Eða 1 hálfnóta og 2 fjórðapartsnótur. Og eða 2 áttundapartsnótur, 1 fjórðapartsnóta og 1 hálfnóta. Eða 8 áttundapartsnótur. Eða bara 1 heilnóta. Og þetta gildir líka þagnir. Frábært. Meiri starffræði. Ertu ekki að grínast í mér? Alveg ég búinn að fá nóg. Bara smá. En þess vegna svo mikilvægt að skipta rytmanum niður í takta. Því að á nótnabeltinu takturinn afmarkaður með svona taktstrikum. Og það hjálpar okkur að spila lagið rétt. Ok, hérna, leið mér aðeins að sjá þetta fyrir mig. Sem sagt, taktboði kemur fremst fyrir framan allar nóturnar. Þannig eru 2 tölur, efri sem segir til fjölda og neðri sem segir til lengdagildi. Right? Þannig að sem sagt 4/4 þýðir að takturinn sé jafn langur og 4 fjórðapartsnótur. Einmitt. Sem sagt, bíddu, leið mér aðeins að ná þetta alveg á hreinu. Sem sagt sko, ef ég var með matabóð og var að bjóða upp á pítsu, þá myndi ég setja 4 diska á borðið og hver diskur fengi 1/4 úr pítsu sem þá samtals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pítsasneiðar eða bara 1 heil pítsa. Og ég geti rauninni dreift þessum sneiðum á fleiri eða færri diska ef ég vill á meðan að sneiðafjöldin í heildina svo sami, ekki satt? Já, þú mátt alveg hugsa það þannig, sko. Þannig að lagið mitt í 4/4.
Já, þú sagðir að þessi spilaði rétt. En hann var að spila sömu nótur og hinir. Já, en hann var að spila í 4/4. En ekki hinir. Nei, sko, þó svo að þeir hafi verið að spila sömu nóturnar, það voru þeir að skipta þeim mismunandi niður. Manstu, við skiptum rytmanum niður í takta. Og hvernig við gerum það getur búið til mismunandi takttegundir sem að hefur síðan áhrif á það hvernig lagið hljómar, jafnvel þó að við séum að spila sömu nóturnar. Já, hlustaðu. Þessi spilar í 4/4. Þessi spilar í 3/4 og þessi spilar í 2/4. Við skulum setja þetta upp í nótum, ok? 4/4, við könnumst alveg við það. En 3/4, þá skiptum við laginu niður í takta sem eru jafn langir og 3 fjórðapartsnótur. Og svo 2/4, þá skiptum við laginu niður í takta sem eru jafn langir og 2 fjórðapartsnótur. Pröfaðu nú að telja í taktinn, þú heyrir strax muninn bara á talningunni. Við getum notað taktmælinn, þá ert alltaf að telja á sama hraða. Ok. Fyrst 4/4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, og nú 3/4, ok. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Og núna 2/4, ok. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, vá! Þetta algjör snilld! Takk fyrir hjálpina! Það var lítið, en... Bless. Ok, þá held ég sé farin að skilja þetta. En bara til að útskýra munin á 2/4, 3/4 og 4/4 aðeins betur fyrir ykkur, Þá ætla ég að breyta mér í hest. Og nú ég orðinn hestur, og ég ætla sem sagt að sýna ykkur. Já. Bara smá grín. Ég get samt alveg breytt mér í hest, sko. Ég bara nenniði ekkert akkurat núna, sko. Ég bara vinni þreyttur og eitthvað. En í staðinn, þá langar mig óbærslega mikið að fara á hestbak. Já, af hverju ekki? Það var alveg frábær hugmynd. Og ég bara hoppa eða? Já, einmitt. Það rosalega hátt uppi. Já, ég á hestbaki. Kom svo, já. Svona, komdu. Sko, íslenski hesturinn getur verið með alltaf 5 gangtegundir. Og þegar hann gengur svona venjulega eins og núna, þá kallast það að tölta. Eða sem sagt, þá kallast það að feta. Eða sem sagt, gangtegundin heitir fet. Og fet í 4/4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fetið þess vegna kallað 4-takta gangtegund. Og má segja að þar séu 4 slög í hverjum takti af því aðeins 1 fótur slær niður í jörðina í einu. Næst það gangtegundin brokk. Brokk í 2/4 og því kallað 2-takta gangtegund. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Og þá slær hesturinn 2 fætur í jörðina í einu, svona sitt og hvað, þannig að hann býr til 2 slög í hverjum takti. Minn almáttugur. Það getur aðeins köttað. Svo það gangtegundin stökk og þegar að hesturinn stekkur þá stekkur hann á 3/4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Og stökkið 3-takta því hesturinn byrjar á einu fæti og svo lenda 2 fætur samtímis á jörðinni og síðan 4. fóturinn
og þannig verða til 3 slög í hverjum takti. Jesús, þetta er átt að sjóst hérna. Já. Við getum örugglega fundið fleiri mismunandi takttegundir í umhverfinu. Við getum til dæmis kannski hlustað á vélasláttin í gömlum traktor og fundið út... Ái! Æ, þetta var nú ekki skemmtilegt. Spurðu mig hvernig ég veit það. Hey! Ég var ekkert búinn. Jú, þú varst bara löngu búinn. Þetta var bara orðið mjög gott hjá þér. Sérðu ekki hvað þessi þáttur er orðinn langur nú þegar? Ha? Og ég á eftir að útskýra áherslur og þú átt eftir að fá hljómsveitina til að spila lagið rétt, svo ég á eftir að fara í upprifjun og svo... Býta, af hverju ertu með... Varst á hestbaki? Já. Af hverju? Skipti það einhverju máli? Nei, reyndar ekki. Fara og skipta föt og farið í sturtu og lyktar eins og astmi. Ég lykti eins og gæðingur, þakka þér fyrir. Ok, allavega. Mismunandi takttegundir hafa mismunandi áherslur og þess vegna hljóma þær ekki allar eins þó svo að sé verið að spila sömu nóturnar. En hvað er ég að meina þegar ég segi áherslur? Skulum skoða orðið laugadagur sem dæmi. Það eru 4 atkvæði. Laugardagur. Og þegar við segjum orðið laugadagur, þá setjum við áherslu á fyrsta atkvæðið í orðinu, eins og öllum öðrum orðum á íslensku. Þetta er bara einhver regla. En taki nú eftir, orðið laugadagur er samsett orð. Laugar og dagur. Þess vegna setjum við aðra áherslu, aðeins minni, á fyrsta atkvæðið í seinna orðinu. Laugardagur. Þetta orð er alveg eins og takttegundin 4/4. Þá er stór áhersla á fyrsta slagi og minni áhersla á þriðja slagi. Eins og til dæmis. Mæja átti lítið lamb, lítið lamb, lítið lamb. Ok, í 2/4 er þetta mjög svipað en samt öðruvísi. Þá er takturinn bara 2 slög og það er stór áhersla á fyrsta slagi en engin á öðru. Mæja átti lítið lamb, lítið lamb, lítið lamb. Þannig að við fáum stóra áherslu á hvert einasta orð og þá byrjar lagið að hljóma svolítið svona eins og skrúðganga. Hepp tú, hepp tú, hepp tú, hepp tú. En í 4/4 þá hljómar það meira eins og hepp tú, 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 hepp tú, 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 hepp tú, tú, tú. En í 3/4 er þetta allt öðruvísi. Það er svolítið eins og vals. Þar eru bara 3 slög og það er bara áhersla á fyrsta slaginu. Hepp tú, tú, hepp tú, tú, hepp tú, tú. Eða Mæja átti lítið lamb, lítið lamb, lítið lamb. Þannig að núna skiljum við hvað taktur er og taktboði og takttegund. Klárum þetta. Komdu. Allt í lagi. Komdu. Já, einmitt, já, fyrir afsakið þetta. Þetta víst þannig. Þess getur ekki. Jæja. Ókei. Við ætlum að spila lagið í 4/4 sem þýðir að það eru 4 slög í hverjum takti og við leggjum stóra áherslu á fyrsta slag og litla áherslu á þriðja slag. Náðu þessu. Já, frábært. Og trommarinn ætlar að telja í taktin. 1, 2,
Heldur hann komið aftur? Fattu þetta ekki? Hann gerir þetta mjög aftur. Ég veit það ekki. Ég er farin heim. Þú er svangir? Sjáumst. Já, ég er svolítið svangur. Frá okkur pítsu? Já, er ekki tönnu til það? Nei, ég er með glúten á mömmu. Já. Jæja, nú vitum við það að lagið mitt er í takttegundinni 4/4. Og til að sýna fram á það, þá notum við þetta taktboða. Menni, taktboðinn boðar takttegundina. Og nú þegar taktboðinn er komin á sinn stað, þá er það næsta bara að flokka alla nótur og alla þagnir saman í takta. Taktboðinn segir okkur til að hver taktur á að vera jafn langur og 4 fjórðapartsnótur. Og við byrjum alltaf á að lesa efri töluna því að hún segir okkur hvernig við eigum að telja í taktinn. Og neðri talan segir okkur svo hvaða nótur við erum að telja, eða sem sagt lengdagildin. Þannig að næsta sem við eigum að gera er bara að reikna fyrsta taktinn. Ok, 4 fjórðapartsnótur, 1 fjórðapartsnóta, 2 fjórðapartsnótur, 3 fjórðapartsnótur. Ok, hérna eru 2 áttundapartsnótur sem er jafn langt á 1 fjórðapartsnóta, þannig að þetta er 4. Ok. Og svo búum við til svona lítið hólf fyrir nóturnar, eins og kindur í girðingu, með því að gera svona taktstrikk. Haha, sko! Og núna teljum við næsta takt. Þá er það 1, 2, 3 og 4, af því að þögnin er líka talið með, þannig að það verður næsta hérna. Ok, og næsti taktur. 1, 2, 3 og 4. Ok, hérna. Og ein heilnóta. Ein heilnóta er jafn löng og 4 fjórðapartsnótur, þannig að það er annað hér. Svona. Núna erum við komin með taktstrik á rétta staði og þennan líka fína taktboða. Þá er að næsta er bara að reyna að muna hvar við ætlum að spila áherslunar. Við getum merkt áhersluslagið með því að teikna strik undir nótuna. Fyrsta slagið er stór áhersla, hún er merkt með 2 strikum. Næsta áhersla er á 3. slagi og er lítil áhersla, 1 strik. Við getum notað svona áherslumerkingar þegar við erum að laga nýtt lag eða nýja takttegund, en þá þurfum við að teikna þær inn sjálf. Þetta er bara komið. Er það ekki annars? Hvað nú? Ég vildi bara vera viss að ég var alveg örugglega búinn með þáttinn. Já, ertu búinn að fara yfir taktboða? Já. Taktstrik? Já. Takttegund? Jöp. Áherslur? Jam. Ryþma? Ertu ekki búinn að fara yfir ryþma? Jú. Þetta er ég búinn að fara yfir ryþma. Ertu alveg viss? Já. Takk, bless. Ryþmi. Já, ég veit. Þar sem margar misja langar nótur og þagnir koma saman, þar er ryþmi.